Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert Marshall, og beinir fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra. Forseti biðst velvirðingar. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Virðulegur forseti, beina fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra, mál sem hlýtur að teljast þjóðaröryggismál. Og margt stóra tíðinda á pólitískum vettvangi nú helgina, en ein af þeim fréttum sem flugu var að fyrrverandi hæstv. forsætisráðherra og núverandi formaður Framsóknarflokksins heldur því fram að það hafi verið brotist inn í tölvuna hjá honum. Og orðrétt sagði hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson á flokksþingi Framsóknarflokksins núna helgina: Ég veit að það var brotist inn í tölvuna hjá mér. Og þá veltir maður auðvitað fyrir sér hvaða viðbúnaður fer í gang af hálfu hins opinbera þegar slík tíðindi upplýst um slík tíðindi. Nú heyra þjóðaröryggismálin undir hæstv. utanríkisráðherra og ég veit að í farvatninu að stofna sérstakt þjóðaröryggisráð. Það hlýtur einhver slík rannsókn að fara í gang þegar slíkar upplýsingar að ræða. Hvar gerðist þetta innbrot í tölvu hæstv. forsætisráðherra? Hver gerði það? Hvenær var það gert? Hvaða rannsókn í gangi til þess að tryggja það að slíkt endurtaki sig ekki? Er búið að komast að því hvaða upplýsingar voru í tölvu hæstv. forsætisráðherra þegar brotist var inn í tölvuna? Er ekki þjóðaröryggismál að ræða hér? Er ekki full ástæða til þess að taka slíkum yfirlýsingum alvarlega? Og er ekki full ástæða fyrir hæstv. utanríkisráðherra að kalla hið svokallaða þjóðaröryggisráð saman til þess að fara yfir þetta? Annað eins hefur nú valdið tíðindum í t.d. bandorfri pólitík, þar sem málefni fyrrverandi utanríkisráðherra og notkun hennar á tölvupósti og sér eigin tölvupóstfangi hafa verið til umfjöllunar í marga mánuði og þykir einmitt vera þjóðaröryggismál. En menn hljóta að spyrja eftir svörum þegar slíkar yfirlýsingar eru gefnar. Og ég vil líka bæta því við: kannast hæstv. utanríkisráðherra við það að fylgst sé með ferðum ráðherrans í útlöndum, að henni sé veitt eftirför eða reynt sé að brjótast inn í tölvu hennar? Hæstv. utanríkisráðherra Lilja Alfreðsdóttir tekur til máls. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Til að byrja með þá vil ég upplýsa hann það að þjóðaröryggisráðið það var samþykkt núna og lög þjóðaröryggisráð voru samþykkt núna 1. september og það forsætisráðherra sem fer fyrir þjóðaröryggisráðinu. Og þannig að það því miður ekki utanríkisráðherrann sem gerir það, en engu að síður þá held ég að það séu afskaplega mikilvægt að þegar svona atburði að ræða að þeir séu kannaðir. En ég get því miður ekki svarað þessu akkúrat á þessum tímapunkti því að það kemur ekki minn hlut að kalla þjóðaröryggisráðið saman, en þetta góð ábending og ég tel að það þurfi líklega að skoða það eitthvað frekar. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert Marshall, tekur til máls. Virðulegur forseti, ég spyr þessa spurningu vegna þess að ég hef á tilfinninguna að stjórnvöld taki þessa yfirlýsingu hv. þingmanns Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar náttúrulega bara dálítið svona kæruleysislega. En ég geri það ekki. Mér finnst það vera alvarlegt mál ef að það upplýst það að hægt sé að brjótast inn í tölvu forsætisráðherra landsins. Og ég geri þá kröfu til stjórnvalda að slíkar yfirlýsingar séu teknar alvarlega, að rannsókn fari fram og þetta hlýtur að vera á dagskrá þá ríkisstjórnarfundarins á morgun. Eða hvað? Að menn fari yfir það, skiptist á upplýsingum það, sín á milli ráðherrarnir hvort að brotist hafi verið inn í tölvur hjá þeim, hvort að þeim sé veitt eftirför í útlöndum og svo framvegis. Vegna þess að þetta hlýtur að vera alvarlegt mál þegar upplýsist svona hluti og við hljótum að beina þeim í formlegan farveg þannig að það sé klárt og við vitum það, almenningur hér í landinu, hver það sem hefur aðgang að upplýsingum sem varða þjóðaröryggismál, almannahagsmuni og hvort að það sé verið að fara með þessi mál þannig að fullt traust ríkið, þannig að menn geti treyst því að þetta sé ekki bara skilið eftir á glámbekk og hver sem komist inn í tölvur sem eru í umsjón ráðamanna þjóðarinnar. Hæstv. utanríkisráðherra Lilja Alfreðsdóttir tekur til máls.
Virðulegur forseti. Það sem ég held að gerist núna er að það verður farið yfir þetta mál og það eru þau stjórnvöld sem bera ábyrgð á því sem munu gera það. Við þurfum að sjá til hvort að forsætisráðherra kalli þjóðaröryggisráð saman vegna þessa og það er kannski ekki mikið meira að segja um framvindu málsins á þessum tímapunkti.